Mig langar að bjóða ykkur hjartalega velkomin til þessa spennandi fundar. Bara ánægilegt að horfa hérna yfir og sjá dreifnina sem hér inni og góða mætingu. Og við erum að fara að fræðast það sem nýjast og best í sveitarfélagalausnum VÆS. Sko, nú stendur yfir fjárhagsáætlunarvinnan okkar hjá sveitarfélagunum. Þetta spennandi tími því nú verið að leggja línar áhersluverkefni næsta árs og eitt mikilvægasta hlutverk kjörinna fulltrúa fer í hönd sem að forgangsraða verkefnum. Hvaða aukning í þjónustu fær að verða veruleika og í hvaða fjárfestingar verður ráðist, hvað þarf að skera niður og breyta áherslum og nú tímapunkturinn sérstaklega áhugaverður og sérstaklega spennandi í pólitískt kjörnir fulltrúar og þá oft nýjir fulltrúar sem komu inn nýjir fyrir rúmu ári í mörgum tilfellum að setja línuna sem að þeim dreymir sem þeir höfðu minni möguleika á fyrir ári síðan þegar þeir voru oft á tíðum að erfa ákvarðanir frá fyrri bæjarstjórnum. Og það komið auðvitað nýtt fólk inn sem að hefur haft núna tíma til þess að þroska sínar hugsanir og breyta þeim í forgangsröðun eða ákvörðun til framtíðar. Nú ég ekki pólitískt kjörinn, en mér þykir þetta ferli heillandi og spennandi og vinna með fólki því að geta tekið sem réttastar ákvarðanir fyrir íbúa. Og það áhugavert að fá inn fólk sem ég ætla bara að fá að viðurkenna að misgott og með misgott í hvað fjármálalæsi varðar. En smátt og smátt þetta fólk að átta sig á að pólitíska starf snýst að stórum hluta hvernig peningunum varið. Það segja forgangsröðun peninga án þeirra án þeirra verða draumar nýja leikskóla eða aukna þjónustu í málefnum fatlaðra eða eitthvað annað sem að þeim dreymir ekki að veruleika. Og allt endurspeglast þetta síðan í bókhaldi, í fjárhagsstjórn, í áætlunarkerfum, í innkaupum, í viðskiptagreiningunum sem við gerum og í spám til framtíðar. Og sveitarstjóri VÆS sem að Sigrún fór hér yfir að heitir ekki lengur Navision heldur Business Central því lykiltól fyrir okkur hjá sveitarfélögunum. Og hraðinn sem að nú í samfélaginu og það kröfur sem eru gerðar að auka aðgengi að gögnum og upplýsingum að verða meira og meira. Fjórða iðnbyltingin, hún að fara að koma með kröfur notkun og gervigreind sem bara rétt handan við hornið og við munum halda áfram að gera kröfur fyrirsjáanleika og fá aðstoð sem að munu gera okkur enn betri í okkar störfum. Og þetta mun styðja okkur til framtíðar. Krafan aukna sjálfvirknivæðingu, þar sem mannhöndin og mannlegar villur verða sem fæstar og þjónusta við íbúa að verða sjálfvirkari og einfaldari. Þetta vita allir starfsmenn VÆS og þeir sem að móta framtíða sín hjá VÆS. Og í dag munum við ræða fjármál sveitarfélaga, fjárhagsáætlanir og samþættingu milli upplýsingakerfa. Áhersla verður á lausnir sem auka hagræði eða framleiðni sem mun auðvelda okkur hinn daglegu störf. Sem sagt, spennandi dagur í vændum. Þið ekki sammála því? Ég segi sveitarfélagaráðstefnu VÆS árið 2019 setta. Gjörðu svo vel.